Núna tökum við fyrir viku 3, efni viku 3. Nei, það er ekki rétt hjá mér. Við förum í efni viku 4. Það eru týristorarásir, áreiðun og stýrð afriðun. Og við förum í sem sagt hvernig við notum Unity transtorinn til að stýra týristor. Og við förum í stýrirásirnar með Unity transtornum. Og síðan og eftir förum við í tímadæmi 3 þar sem eru dæmi 1, 2 og 4 úr rafbókinni. Og þá skulum við skoða hérna bókina, týristorarásirnar. Við notum týristorana til að stjórna afli oftast. Þessi týristor, þetta er 3 skauta háleiðar íhlutur eins og við fórum í síðasta tíma og í virknina á honum sem sagt. Þessi týristor, hann hefur náttúrulega mikla mögnun, þeir geta verið mjög stórir, geta stýrt mjög miklu afli og þeir halda áfram að vera leiðandi þó við tökum stýrispennuna af stýriskautinu sem við kallum gate á ensku og þeir hætti ekki að leiða fyrir en að við förum niður fyrir haldstraum sem sagt týristórsins og það haldstraumsgildi finnum við út til dæmis í mælingverkefni 13 sem við tökum í verklegu æfingu og við notum sem sagt þessa týristora mikið í að stýra afli allt frá nokkrum vöttum upp í 100 eða 1000 kilowött og dæmi þetta er hraðastjórnun af jafnstraumsmótorum. Við gerum það í til dæmis verkefni 16, við skoðum það og týristorarnir eru notaðir til að breyta riðspennu í breytilega jafnspennu og við kallum þetta þessa brú stýrða afriðil og hraðastjórnun 3 fasa riðstraumsmótora var þetta notað í. Þeir voru notaðir til að breyta jafnspennu í riðspennu. Þetta er orðið eiginlega hætt, það eru komnir aðrir transtorar í staðinn. Ræsibúnaður 3 fasa riðstraumsmótora, þessi mjúkræsar, þarna eru týristorarnir notaðir ennþá og þarna eru 2 týristorar tengdir í svokallað öfuga hliðtengingu. Þeir skammta sem sagt spennu og straum í ræsingunni og síðan í 4. lagi þá notum við þetta í annarri afriðun og áriðun í tengslu við flutningu og raforku á háspentum jafnstraumsstrengjum. Svo förum við í stýringu á týristornum. Við þurfum sérstaka stýrirás fyrir hann og við þurfum ákveðin kveikipúls inn á stýriskautið og við stjórnum sem sagt opnuninni 0 til 180 gráðum á hérna sem sagt reiðbylgjunni. Við þurfum að stjórna því hvenær hann opnar. Það er alltaf ákveðin innbyggð seinkun í svona stýrirásir þannig að við getum ekki alveg byrjað að láta hann leiða strax, þannig að við getum opnað hann við svona eftir svona 4-5 millisekundur eitthvað svoleiðis. Nei, það er reynda fyrr. Það tekur ákveðin tíma fyrir stýrirásina. 5 millisekundur eru 90 gráður. Þetta er svona eitthvað í kringum 10 til 15 gráður sem við náum að opna kannski jafnvel fyrr á einhverjum góðum stýrirásum. En það er hægt að nota sem sagt týristorar voru hér áður fyrir notaðir í áhrifun. Við getum hugsað okkur þessa rás hérna þar sem að við erum með jafnstraum
og breytum honum í riðstraum. Við sjáum það að straumur fer fram og tilbaka í gegnum þetta álag hérna. Og þannig ef að við erum með 2 pör alltaf í gangi, þess að það er T1 og T2 sem leiðir samtímis, þá sem sagt væru þeir opnir í ákveðin tíma. Síðan þurftum við að þeir til að loka þeim. Þá fer straumur hérna niður í gegnum mótstöðuna á lagið og síðan þurftum við þeir að lokast og við þurfum að opna fyrir T3 og T4. Þá fer straumurinn hérna upp, sjáum við, í gegnum álagið og þá er rauninni komið með riðstraum í álaginu. Þannig breytum við jafnstraum í riðstraum með þessar einfaldu rás. En það eru komnir aðrir íhlutir og önnur aðferð til þess að búa til sérstaklega 3-fasa riðspennu, sérstaklega fyrir hraðastýringur og mótorum og þeir transistorar eru kallaðir insulated gate bipolar transistorar og aðferðin við að búa til riðstrauminn úr jafnstraum heitir pulse width modulation eða pulse víddarmótun. Það fyrir við í seinna á önninni. En við myndum sem sagt sjá svona spennu ef við myndum hafa kveikt sem sagt á T1 og T2, þá myndum við fá jákvæða spennu yfir álagið og síðan myndum við slökkva á T1 og T2 og kveikja á T3 og 4 og fá neikvæða spennu yfir álagið. Hvaða slag er það á milli? Þetta væri kannski bara tími sem að til þess að reyna að búa til svona bylgjuform, svona eins og líki eftir sínusbylgju. Þá gætum við haft bara smá tímasenkun hérna á milli. Já. Þannig að við fengjum ekki bara beint frá pluss hérna yfir í mínus. Og það væri líka hætt á því sko, að við mengjum fá spennu beint á milli pluss og mínus á spennagjafanum og þá er þetta skamhlaup í rásinni. Ef við myndum fá hérna ekkert 0. Það væri kannski hætt á því. Svo erum við með vandamál hérna sem að við getum leyst með þessari aðferð hérna. Það er það að ef við erum með jafnstraumsrás þá er mjög erfitt að slökkva á týristórum. Og þetta er aðferð sem að hægt er að beita og þá er notað þéttir og slökkvitýristór og hjálpamótstað. Þannig að ef við ætlum að rjúfa strauminn þegar aðaltýristorinn er í gangi, þá sjáum við sem sagt að aðaltýristorinn hann tengir vinstri hlið þéttisins, þarna sé, til mínus á mínuspól spennugjafans af því að hann leiðir, hann gefur samband. Það er eiginlega bara 1,5 V spennufall yfir hann þegar hann leiðir og þéttirinn er hlaðinn með pluss spennu hérna hægra megin. Þið eftir að gera þetta og lýsa þessu betur í mælingaverkefni 13 týristorinn. Við förum kannski í það í þessari viku. Og þannig að það myndast pluss hérna hægra megin þettin, mínus vinstra megin. Þegar við ætlum að slökkva á aðaltýristornum, þá sendum við stýripúls inn á stýriskautið á slökkvitýristornum. Hann fer að leiða og gefur hleðslu eða spennuna hérna, plúsinn á þéttinum, hérna inn á katóðuna á aðaltýristornum. Þannig að þar verður katóðskautið jákvæðara heldur en anóðuskautið, svo að hann í rauninni umpólast og þess vegna verður straumurinn í gegnum hann 0 eða bara og það verður rauninni í eitt augnablik öfug pólun yfir aðaltýristorinn, þannig að hann hættir að leiða mjög snögglega. Þannig að straumurinn fer niður fyrir haldstraum týristorsins og þess vegna hættir hann leiða. Annars er innbyggð sjálfhelda í honum, þannig að slökkvitýristorinn, hann heldur það áfram að leiða, af því það er náttúrulega eins og í honum, það er líka innbyggð sjálfhelda, þannig að hann þarf bara púls til þess að byrja að leiða, svo bara heldur hann áfram að leiða. Og hvað? Það breytir hvort þú sett með þetta, því að það er eitthvað sem er þá bara týristor 2 sem er að leiða alltaf. Já, en þessi hjálpamótstaða, hún getur verið miklu minni í afli, hún getur bara verið pínu lítil. Þannig við erum í rauninni ekkert að eyða neinu afli í þessu. Og síðan þegar við ætlum aftur að kveikja á aðalálaginu,
að þá sendum við bara aftur púls inn á aðaltýristorinn. Og þá sem sagt, þá komin púlspól hérna á þéttinum sem að fer yfir á katóðu skaut slökkutýristorins. Þannig að slökkutýristorins umpólast og lokar en aðaltýristorinn fer að leiða. Þannig að þá fer þetta aftur í stöðuna sem ég byrjaði á að það færu mínus á þéttinum hérna vinstra megin en pluss á þéttinum hægra megin. Þannig að þá bara býður slökkutýristorinn eftir að hafa púls til þess að slökkva á aðaltýristornum. Þannig að þið takið bara svona 2-3 myndir af þessar uppsetningu sem er líka í verkefni 13 og lýsið þessu þar. Þannig að en annars eigum við þetta á þessar upptöku sem ég er að taka upp núna. Og síðan sjáum við hvernig við notum einn týristor í svokallari stýrðri einfasa afreiðun eða þetta kallum við líka stýrða hálfbylgju afreiðun. Af því að hérna við erum nú bara til dæmis að fá jákvæða hluta af reiðbylgjunni og við erum þá bara með hálfbylgju afreiðun. Þá er þetta afreiðillinn og við erum með stýrða hálfbylgju afreiðun vegna þess að við fáum getum stýrt því hversu mikið af reiðspennu við af jákvæðu hluta reiðbylgjunnar fáum yfir álagið. Og þetta getum við svo reiknað út á bilinu 0 til 180 gráðu sem við værum að stýra spennu yfir álagið. Svo að við þurfum stýrirás í þetta, en ef við fengjum stýripúlsinn við 3,6 millisekúndur, þá liti þetta svona út. Þá kæmi spennan yfir á álagið eftir ákveðin tíma. Hérna vantar að sýna spenna sem að myndast yfir týristorinn þar til að við fáum stýrpúls. Og þá opnar fyrir týristorinn og þá kemur spennan yfir álagið þar sem eftir er af spennunni inn. Þannig að við fáum bara jákvæða spennu hérna og meðalgildi spennunnar. Við getum hugsað okkur þetta flatamál hérna A1, við myndum fletja út og setja hérna inn til hérna, þá er það í rauninni bara bein lína hérna, A1. Og þá er hægt að reikna út þessa spennu, meðalgildi þessara afreiðuðu spennu og það gerum við svona, við skulum sjá, reyndar höfum við aðra formúlu í það og það er þessi hérna formúla hér, með er rótin af 2 sem er U til þess að fá U max, U er spennan inn og svo deilum við með 2 vegna þess að við erum með hálfbylgju afreiðun og pi. Sinusvíinn 1 pluss kósinus af opnunarhorninu og þá þurfum við að breyta þessum tíma sem við vorum með hérna 3,6 millisekúndum í gráðufjölda og það gerum við bara með því að margfalda tíman sinnum 360 gráður deilt með 20 millisekúndum. Þá getum við fengið þær gráður sem við viljum setja inn hérna. Við sjáum hérna á formúlublaðinu sem er hér að við erum með þessar ástæður hérna og þetta er þá stýrð hálfbylgju afreiðun og þá er þetta formúlan sem við notum fyrir það til þess að reikna út spennuna. Nú, ef við erum með 2 týristora, þá verðum við að nota þessa formúlu hér og þá sleppum við að deila með 2 af því að hér er komin stýrð heilbylgju afreiðun. Nú notum við bæði jákvæða og neikvæða hluta reiðbylgjunnar og en við notum hérna sitt hvort díóð á móti týristor, þannig við fáum alltaf jákvæða spennu yfir álagið. Þessi rás er nú til þó við notum hana ekki, við eigum enga svona rás hjá okkur, en hérna gætum við verið að nýta hluta af
aflinu, sem sagt við gætum nota hemlunaraflið hérna sem sagt, en og áriða það tilbaka inn á álagið. En þetta gerum við frekar þegar við erum með þryggjafasa afriðis og við getum notað svona heildýra rás til þess að framleiða eða sem sagt taka tilbaka og nýtt hemlunarorku, og það gerum við frá 90 gráðum upp í 180 gráður, en síðan værum við að senda út sem sagt og afriða frá 0 til 90 gráður. Við förum í það seinna, þannig rásir seinna. En þetta formúla notum við síðan í lokaprófi. Skulum halda áfram með þetta. Við erum hérna stödd í þessu hérna. Við ætlum að skoða stýrirásir með Unity Transistor og stýra hálfbylgjuafriðun, og síðan förum við í tímadæmi. Þannig að við skulum skoða það. Og hérna bara sýningdæmi þar sem við sýnum hvað sem sagt spennan getur orðið hæst, og svo lækkar hann alveg niður í 0 ef við erum með opnunarhorn við 180 gráður. Þannig að þá er spennan alveg komin núna í 0. Ef við erum með stýrirás með Unity Transistor, þá hérna hlöðu upp þétti, og við ákveðna spennu þá verður transistorinn leiðir á milli base 1 og base 2, og spennan kemur hérna inn á emitterinn. Við höfum aldrei skoðað svona transistor áður, en hann er notaður rauninni bara í þessum stýrirásum, og í rauninni er allt svona stýrt orðið í dag með tölvubúnaði, en hins vegar er gott að læra á þessar rásir með því að nota þennan transistor, þess að átta sig á því, fá þetta á tilfinninguna, hvernig þetta virkar. Og við hlöðum sem sagt upp þennan þétti og fáum þess vegna hann til að opna á mismunandi tíma. Þegar að þessi transistor opnar við einhverja ákveðna brotspennu, svo kallaða, það er nú komin nógu há spenna hérna milli emitter og base 1, þá leiðir hann sem sagt frá í rauninni emitter og inn á base 1, og þetta, hann fær hérna líka vinnuspennu hérna inn á base 2, og þá gefum við rauninni stýrpúls inn á stýriskautið hérna, gate, inn á þessari rás. Og hérna erum við komin með stýrða hálfbylgju afriðun, vegna þess að hérna erum við komin með týristor, hérna T2, og T1 er þá transistor 1, en T2 væri þá merking fyrir týristor. Og þannig að hérna við reiknum mitt svona rás aðeins í tímadæminu, þannig að við skoðum það betur á eftir. En við fáum í rauninni vinnuspennu með því að hafa hérna tengda senedíóðu yfir stýrirásina með Unity transistornum og þéttinum og því öllu saman. En við fáum sem sagt jafnspennu með því að hér er sérstök afriðsdíóða, og R1 hefur það hlutverk að straumurinn í gegnum senedíóðuna verði ekki of mikill. Við tökmörkum þann straum sem að senedíóðan þolir. Hún þolir ákveðið afl, ákveðin straum í gegnum sig yfir max. Og þess vegna er R1 mjög mikilvæg fallmótstaða til þess að passa upp á senedíóðuna. Og senedíóðan hún heldur fastri spennu þessu, og við gerum þetta í mælingaverkefni 14. Þá sjáum við beina línu þegar að spennan kemur upp, þá kemur allt í einu bein lína, og þá heldur senedíóðan uppi fastri spennu yfir stýrirásinni, og við bíðum eftir að þéttri hleðst upp, og síðan verður komið upp að brotspennu á Unity transistornum sem gefur síðan púls út á stýriskautið, og þá opnum við fyrir týristorinn. Þá dettur spennan niður vegna þess að við fáum týristorinn til þess að leiða, og þá færist spennan yfir álagið. Þetta sjáum við í rásunum.
Sem sagt, þegar að við erum komin upp í brotspennu Union Transistorsins þá opnar hann fyrir og afleiðu þéttin. Og hérna í gegnum bæði R5 og stýriskaut týristorsins. Og svo sjáum við hérna, getum við reiknað út hvaða spenna verður yfir álag ef við erum með 75 gráðu opnunarhorn og svona hálfbylgjuáhrifin, þá deilum við hérna með 2 og þannig að þá getum við notað þessa formúlu til að reikna út hvað þetta er há spenna yfir álagið, reikna með hárri spennu yfir álagið og við getum reiknað út hvað þessar 75 gráður samsvara mörgum millisekundum. Þá gerum við það hérna með því að margfalda 75 gráður sinnum 20 millisekundur og deilum með 360 gráðum. Og þennan tíma notum við síðan til þess að átta okkur á því hvað R2 þyrfti að vera stórt til þess að þéttirinn fái hérna þessa hleðslu á þessum tíma. Þannig að við fáum púlsinn við 75 gráður. Þá getum við að reikna út tilbaka hvað R2 þarf að vera stórt. Og þannig getum við reiknað þetta fram og tilbaka og síðan hérna skulum við núna skoða tímadæmið og hér það er dæmi 1 hérna. Við ætlum okkur bara með þessari rás að finna út hversu mikla seinkun við getum fengið í þessari rás með R2 og C1. Það er ekkert annað sem við ætlum að spá í þessu. Og við gerum það og síðan skoðum við mynd 532 og segjum frá hlutverkum íhlutana D1, R1 og R5 og ég fer í það í annar upptöku því að við tökum þetta tímadæmi fyrir núna og síðan svörum við þessu hér. Síðan er hérna dæmi 4 hérna að teikna spennuna yfir peruna ef að mótstaðan er stilt á 44,4 kilo ohm og sennespennan er 5,2 volt og það teiknum við síðan inn á þetta graf hérna og þetta hérna fer ég í með ykkur í annar upptöku. Þá segjum við þessar upptöku lokið.